Þetta hérna sígulklætt og ég nota þetta inn í svona við innganga þar sem mæði meira á. Ef eitthvað rekst utan í þetta þá skiptir það engu máli. Ef maður væri með stálið sem annars á húsinu, þá væri það mjög viðkvæmt með því að við að rispast eða beglast ef eitthvað kemur við það. En þetta ekkert viðkvæmt og allt með það. Húsinu hérna bak við okkur hús og stigar með aðstöðu sína og það fyrirtæki sem ég hef rekið hérna á Flúðum og þarna inni vélin sem ég framleiði skífur með. Hugmyndin að þessari skífuframleiðslu, hún var til þannig að ég var að vinna út á Asoreyjum og þar við byggingu sem var svo klædd með lerkiskífu frá Kanada. Þetta voru allt svona bútar og ég fór að hugsa þetta hljótu að geta búið til úr lerkinu okkar þó það sé svolítið kræklótið. Þetta fyrir allt svona stutta bútar. Þetta var til þess að ég fór nú eitthvað að orða þetta við til dæmis Böðvar Guðmundsson hérna á Selfossi og hann sagði það þýðir ekkert, þetta fúnar allt saman Guðmundur. Skömmu seinna þá hringir hann til mín og segir nú ég sko búinn að skipta skoðun Guðmundur. Böðvar kom með þessa skífu til mín sem hann fekk handa hjá þeim. Hún var búin að vera í minnsta kosti 120 ár á húsi á Selfossi. Fyrst á þessum þökum, síðan skemmdust þessi hús í jarðskjálftanum 1896 og skífan sem var á þökunum sett á vegginn á húsinu sem byggt var í staðinn. Og það var hún sem var að vera skipt og það var ekki fyrir það að hún væri hann svo fúin, heldur fyrir það var búið að margnegla hana upp og naglarnir voru ryðgaðir í sundur aftur og aftur á þessum tíma. Og hann kom með þessa skífu, hún hér til vitnis það ófúin föruskífa sennilega frá Noregi. Nú þetta var nú ekki til að draga kjarkinn mér því að síðan fekk ég Eirík Þorsteinsson með mér til Kanada til að skoða hvernig þau framleiddu þetta. Eiríkur var áhugasamur að þetta gæti verið hugsanlega eitthvað sem mætti framleiða úr okkar timbri. Síðan fekk ég frænda minn með mér út og heimsóttum framleiðandan á þessum vélum sem heitir Desjardins. Við sömdum það að hann smíðaði þessa vél fyrir mig sem við sjáum hérna. Og einmitt það sem ég spurði nú þennan Kanadamann hvort þetta væri ekki óþægilega þunnt. Þetta gríðarlega þunnt. Þetta svona kannski tæpið 2 millimetrar í þynnri endan og svona cirka 10 í þykkari endan. Og hann svaraði að bragði, nei, því þynnra því betra. Og skýringin á því var svo að þetta svo þunnt að þó að það blotni, þá þornar það svo mjög fljótt. Og það verður til þess að fúasveppurinn lifir ekki í spýtunni. Ef að fúasveppurinn lifir ekki inni, þá fúnar hann ekki. Og þetta eru alveg pottþétt sannindi, get ég sagt ykkur. Sko, hún nýtir þetta alveg nánast upp til agna, sko. Já, þessi mynd hérna af klukkuturninum við kirkjuna í Klaksvík í Færeyjum, þar rignir nú sennilega kringum 300 daga á ári og það kemur ekki að sök því að þarna þornar hún nóg á milli til þess að hún fúnar ekki. Þetta bara óáborið lerki, það ekkert sett á þetta. Eins og þú sér þá hér farið að grána meira heldur en annar stað þar sem að sólin hefur náð að skína meira á. Hérna það orðið nánast gránað alveg og þannig kemur það til með að verða væntanlega í framtíðinni. En ef maður vill ekki láta það grána þá verður maður að lita það með bæs, eitthvað slíku.